En Gylfi Magnússon, viðskiptaráðherra, hefur skipt skoðun varðandi það hvort opinber eigi skýrslur endurskoðenda starfsemi bankana rétt fyrir hrun og vill nú ekki að þær verði birtar. Hann segir fréttir af 100 milljarðar lánafyrirgreiðslum til stjórnenda og eigenda í Kaupþingi líti illa út en að þær séu í rannsókn. Hann segir kostnað við rekstur skilanemnda hafa komið sér óvart en getur ekki gefið upp hver kostnaður við nefndirnar hefur verið. Helgi ræddi meðal annars þessi mál við Gylfa fyrr í dag og spurði hann einnig út í yfirtöku ríkisins á Straumi Burðarási. Velkomin Gylfi. Takk þér. Við skulum byrja á þessari þjóðnýtingu á Straumi Burðarási í morgun. Hvers vegna ákveðið að gera þetta? Því að nú ekki þarna að ræða svona hefðbundna viðskiptabankastarfsemi eins og var í hinum 3 bönkunum sem voru teknir yfir í október. Af hverju verið að gera þetta? Af hverju ekki bankanum bara leyft að fara í þrot í raun og veru? Það átti sér nú mjög einfaldaða skýringu. Bankinn var að vísu fyrst og fremst fjárfestingarbanki en hann var einnig með innlán. Og ef að hann hefði farið í svona hefðbundna þrotameðferð að þá hefðu innlánunavísu notið forgangs og kannski ekki verið í uppnámi en það hefði getið tekið mörg ár að greiða því út og það hefði þetta verið óásættanlegt fyrir innstæðueigendur og þess vegna var ákveðið að fara þessa leið að setja inn skilanefnd og síðan verða að gera ráðstafanir til þess að færa þessar innstæður út úr bankanum og eignir á móti og síðan reyna að fá bara sem mest fyrir þrotabúið fyrir kröfuhafana. Hvað erum við að tala að það hafi verið mikið af innistæðum sem var verið að verja með þessum segir? Ég hef ekki endanlega tölu en mér skilst að það sé eitthvað það bil 60 milljarðar króna. Var þetta kostur sem var ákveðið að fara kom til dæmis ekki til greina að lána þeim þessa peninga sem þeim fólust eftir? Það var allt skoðað, þeir komu með ýmsar hugmyndir og Seðlabankinn og fjármálaeftirlitið fóru yfir þær fyrir hönd ríkisins, bæði með lán og eigin fjárframlag, en það var samt á máli þessara aðila að það væri ekki verjandi að ríkið hætti fé inn í reksturbankan með þessum hætti og augljóslega hefur ekki heldur tekist að fá enga aðila til þess og þess vegna hreinlega kláraði féð sem bankinn hafði til ráðstöfunar og hann fór í þrot. Hver áhættan fyrir og kostnaður almennings í landinu að þið gera þetta ekki? Er ekki verið að minnstakosti skapa einhverja skyldur fyrir áherðar almennings til viðbótar við þær sem var búið að gera hér áður? Nei, það eru nú ekki. Eina ábyrgðin sem fellur almenning eða ríkið vegna innstæðnanna og hún breytist ekkert við það að skilanefnd sé sett yfir frekar heldur en að bankinn fari í hefðbundna þrotameðferð þannig að það ekki verið að skapa neina sérstaka ábyrgð umfram þá sem þegar var til staðar og þess má geta að það nú allt útlit fyrir að því menn telja að eignir bankans dugi fyrir þessum innstæðum þannig að allavega eins og núna matmann á stöðunni þá stefnir ekki í neinn sérstök vandræði vegna þeirra ábyrgða. Þannig að þetta fyrst og fremst gert svo ég skilji þetta rétt til þess að þeir sem eiga þarna innistæður geti fengið þær nálgast þær strax en ekki þurft að gera kröfu í það eitthvað hugsanlegt búið. Já, það er nú verið þannig að þeir hefðu átt forgangskröfu í þrotabú og svo með ábyrgð ríkisins til vara. Það þetta ekki mjög þægilegt að eiga sitt fé sem ég held að væri laust eða bundið til skamstíma fast inn í slíku ferli og það hefði raun og veru getað kannski valdið jafnvel óróa hjá þeim sem eiga fé á reikningum í öðrum bönkum ef þeir sjá fram á að þetta sé einn möguleiki. Þannig að til þess að taka af allan vafa að þá var þetta gert svona. Verður kostnaður almennings eða ríkissjóðs af þessu þar nefndi þá enginn eða? Ég á ekki von á því að það veri einhver beinn kostnaður sem fellur á opinbera sem neinu nemur. Það auðvitað þannig að hugsanlega verður einhver kostnaður á rekstri skilanefndana sem fyrst sinn fellur á ríkið en það nú fyrir Alþingi núna frumvarp sem að mun breyta því, það frumvarp slit fjármálafyrirtækja. Þannig að sá kostnaður verður nú vart verulegur en svo það auðvitað þannig að þegar stórt og öflugt fyrirtæki með marga starfsmenn fyrir á hausinn að þá getur hún komið til kostnaðar hins opinbera þó ekki verður bara vegna atvinnuleysistrygginga og slíks. Þannig að þið opinbera verður auðvitað fyrir einhverju tjóni en allavega ekki tjóni að þeirri stærra gráðu að það hafi einhver veruleg áhrif á fjárhag hins opinbera. Hvað með aðrar fjármálastofnanir þegar nú hefur verið rætt til dæmis Sparisjóðabankann í dag og
sá nú ekki betur áðan en í frétta að forstjóri Sparisjóðabankans hefði talað að þeir hefðu verið í viðræðum við fjármálaeftirlitið helgina. Nokkuð hægt að útiloka það að það þurfi að setja skilanefndir yfir fleiri fjármálastofnanir á Íslandi eins og staðan núna? Það auðvitað aldrei hægt að útiloka það en það verið að vinna að því að finna lausn á vanda meðal annars Sparisjóðabankans og nokkurra sparisjóða og reyndar annarra fjármálastofnana og besta lausnin auðvitað að þær ná að bjarga sér sjálfar. Finnst þér það líklegt? Ég vil kannski ekki segja neitt líkurnar á því en það alls ekki útilokað og til þess þá þarf í raun og veru bara að koma til að lánardrottnar sjáu sér hag í því að semja sínar kröfur og eiga þá kröfur á fyrirtæki sem starfandi frekar heldur en að fyrirtækin fari í þrot og eiga þá kröfur á þrotabú og það langt í frá útilokað að það takist vegna þess að kröfuhafar þeir alla jafna að sjá fram á að fá meira út úr fyrirtæki sem í rekstri ef það þá annað borð eitthvað vit í rekstrinum heldur en að eiga kröfu á þrotabú sem verið smám saman að leysa upp og selja. Þannig að þú útilokar það svo sem ekkert að það sé ekki, það verði farið inn í fleiri fjármálastofnanir eins og staðan núna? Ég bara get ekki útilokað það, maður getur ekki útilokað neitt á svona óvenjulegum tímum. Ég hefði nú reyndar útilokað það að ég sæti hér sem viðskiptaráðherra fyrir nokkrum mánuðum en þannig að ég vil ekki útiloka neitt, ekki í þessu frekar en öðru. Nei. Aðeins að öðru, af því að þú ert viðskiptaráðherra, það hafi verið fréttir undanfarið lána fyrirgreiðslur og upplýsingar úr lánabókum Kaupþings hafa verið birtar að einhverju leyti í Morgunblaðinu helgina. Getur þú sagt mér hvað nákvæmlega gerast varðandi rannsóknir og vinnu í skilanefndum og inn í nýju bönkunum varðandi þessa hluti og að því að fyrir fólk sem að fylgist með þessu þá lítur þetta ekkert eðlilega út að yfirmenn í bankanum hafa verið að lána sér eins og þannig sett upp fleiri hundruð milljarða. Nei, þetta lítur alls ekki eðlilega út, það nú ekki djúpt í árunni tekið að segja það. Ég vil svo sem ekki reyna að skera úr það en það ekki mitt hlutverk hvort hér var beinlínis eitthvað ólöglegt en það alveg augljóst að þarna eru atriði sem þarf að rannsaka ofan í kjölinn. Verið að því núna? Það verið að því, það fyrst og fremst á forræði annars vegar fjármálaeftirlitsins og hins vegar sérstaks saksóknara og reyndar rannsóknarnefndin sem Páll Hreinsson veitir forstöðu, hún getur nú rannsakað einhverja hluti af þessu líka. Og ég held að mér sé alveg óhætt að fullyrða að þessi mál eru í skoðun og það stendur alveg fullur vilji manna til þess að upplýsa þetta allt saman og þó að menn gerir sig grein fyrir því að þetta eru flókin mál og erfið og dýr að rannsaka og tímafrek að þá stendur ekki vilji manni til neins annars en upplýsa þetta allt saman. Eva Sjóli var hérna í Silfri Egils og talaði það mátti allavega skilja hana þannig að menn hefðu beitt bara talsvert vægum meðulum við þessar rannsóknir hér á Íslandi fram til þessa á þessu bankarunni og það í raun og veru væri ekkert óðalegt við það að ganga jafnvel aðeins lengra. Hvernig fannst þér að heyra það og er hreinlega verið að gera nógu mikið? Er verið að lyfta öllum steinum og er verið að nýta allar heimildir sem menn geta haft? Það var mjög fróðlegt að heyra viðtalið við Evu Sjóli og ég hef reyndar náð að hitta hana líka sjálfur. Hún með mjög ákveðnar hugmyndir sem að eru mjög athyglisverðar og hefur auðvitað mjög mikla reynslu, miklu meira reynslu heldur en nokkur Íslendingur af svona málum. Og hún hvetur okkur mjög til dáða og vil sérstaklega að rannsakendur sýni frumkvæði að því að finna gögn bæði hér innanlands og óska eftir þeim frá útlöndum. Og ég hef bara ekki nema gott eitt þetta að segja. Hún hvetur okkur til dáða og við bara tökum áskoruninni og reynum að fara eftir þeim ábendingum sem hún kemur á framfæri og reyndar kemur hún ekki bara ábendingum á framfæri, hún hefur líka bent okkur á samstarfsaðila sem geta nýst íslenskum rannsakendum og við þykjum það bara með þökkum. Heldur að það hefur verið sýnt nægilega mikið frumkvæði hjá þessum aðilum því að nú vitum við að þetta að minnstakosti á herðum einhverja þriggja embætta eins og þetta núna og sjálfstæðra nefndar og svo sérstaks saksóknara og svo efnahagsbrotadeild og fjármálaeftirlit. Heldur að það hefur verið sýnt nægilega mikið frumkvæði? Ég vil nú kannski ekki reyna að skera úr það en það auðvitað þannig að íslenska þjóðfélagið var ekki undir þetta áfall búið þannig að við þurftum að byrja á því að setja upp umgjörð, setja upp kerfi til þess að fara yfir þetta.
Það tók einhverjar vikur eða mánuði jafnvel. Eftir á hyggja þá hefði kannski mátt gera það fyrir, það var auðvitað ekki á minni vakt en ég ætla svo sem ekkert að reyna að skera úr hvort þetta hefði mátt gerast hraðar. Hitt veit ég að það stendur hvergi neinn vilji í stjórnkerfinu fyrir því að tefja þetta, þvert á móti þá vilja menn vinna þetta eins hratt og af jafnmiklum krafti og hægt Þannig að hafi einhver tími farið til spillis að þá bara verða menn að reyna að vinna það upp seinna. En að því þú segir að það standi hvergi neitt vilji til þess að tefja þessi mál, þá er annað í þessu sem að kannski lítur nú kannski svolítið að því að koma upplýsingum til almennings á því sem verið í raun og verið að gera og þá nú, kannski án og jafnt við það sem að ríkisstjórnin að gera og svo aftur skilanefndirnar og fjármálaeftirlitið. Hvers vegna hefur ekki, til dæmis eins og skýrslur endurskoðunarfyrirtækjanna sem voru gerðar aðdraganda bankahrunsins innan í bönkunum, hvers vegna ekki búið að birta minnst að kosta einhverja hluta úr þeim skýrslum eða þær skýrslur bara alveg? Það búið að fara mjög vel yfir það mál og skýringin nú einfaldlega svo að í þessum skýrslum eru verulegar ávirðingar eða það eru rakin þar einhver atvik sem að túlka má sem brot á lögum og reglum en eru ekki full rannsökuð. Þannig að ef það væri birt núna þá værum við í raun og veru að ásaka fólk og fyrirtæki með mjög alvarlegum hætti án þess að þeir hafi haft tækifæri til að bera hönd fyrir höfuð sér. En það hins vegar þýðir ekki að málin verði ekki rannsökuð og auðvitað þegar þau verða rannsökuð og þau sem að leiða til ákæru eða sekta að þau verða öll dregin fram í dagsljósið og auðvitað fá menn þá að andmæla sem eru bornir þungum sökum. En af hverju býta því að, Gylfi, að þegar þessar skýrslur komið fyrst fram, þá var þetta gagnrýnt eins og þú veist sjálfur að þetta skildi ekki birta einhverjum hluta eða öllu leyti og þá manni ekki betur en að þú og jafnvel fleiri hafi talað að það væri eðlilegt að birta þetta. Af hverju ég talar það þannig, ekki einfaldlega bara þarna verið að segja frá hlutum eins og þeir komu þessum endurskoðunarfyrirtækjum fyrir sjónir og þurfa það endilega að vera fólgnar í því einhverjar ásakanir þó menn reki þar upp einhverjar hugsanlega grunnsendir það hvernig var farið með þessa banka. Þessi bankar enduðu jú í fangi almennings hérna. Jú, það er auðvitað alveg ljóst að það fór margt úr skorðum og margt var gert rangt þannig að það er ekkert skrítið að menn leiti skýring á því og einhvað af skýringunum sjálfsagt í þessum endurskoðunarskýrslum. En ég held samt að menn verða að gæta sanngirni að þeir sem eru þarna bornir sökum að þeir verða að fá að svara fyrir þær áður en að þær eru gerðar opinberar. Það getur vel verið að þeir hafi einhverja málsbætur, það sé einhver misskilningur í skýrslunum eða eitthvað annað og þá væri afar ósanngjarnt að eiginlega skjóta fyrst og spurja svo. Það verður fyrst að rannsaka og ef út úr þeim rannsóknum kemur eitthvað sakfellt þá verður þetta að segja frá því. Þannig að það hefur verið skipt skoðun að birta hlutur eða þessar skýrslur eitthvað? Já, það má vera að mitt sjónarhorn á þetta sé eitthvað annað núna en ég hef líka talsvert betri upplýsingar en ég hafði áður en ég varð ráðherra. Ok. Annað varðandi það sem undir þig heyrir til dæmis fjármálaeftirlitið og þessar skilanefndir. Það þannig að það gildi í raun og veru engin sérstök lög þessar skilanefndir? Það ekki þannig að það ætti að vera komið fram einhvers konar frumvarp að lögum starfsemi þessara skilanefnda? Því við vitum að þær eru gríðarlega, þær hafa gríðarlega mikið á sinni könnu og það má eiginlega segja að þær séu að heita valdamestu menn í íslensku viðskiptalífi í dag. Skortir ekki eitthvað á regluverk þar Það er nú reyndað þannig að þær eru stofnar á grundvelli neyðarlagana þannig að það lagagrundvöllur en það er alveg rétt að það þarf kannski betri lagaumgjörð þessa starfsemi og það er komið fram frumvarp sem að ég er búinn að mæla fyrir slit fjármálafyrirtækja sem meðal annars tekur á þessum skilanefndum og reyndar ýmsu öðru í umgjörð þess hvernig farið með þessa hrundubanka meðal annars málshöfðunarbanninu sem hefur verið mjög gagnrýnt. Þannig að það er alveg rétt að þarf að laga þessa lagaumgjörð en það er líka komið fram frumvarp sem að gera það. Annað varðandi þetta, það var birt frétt það daginn að það væri gríðarlegur kostnaður sem væri að falla á ríkissjóð vegna starfsemi þessara skilanefnda
Það var frétt í DFF þar sem var talað ég man ekki nákvæmlega hver kostnaðurinn hefði átt að vera, en það voru gríðarlega háar fjárhæðir sem átt að vera að greiða í sérfræðikostnað og hreinlega bara til skilanefnda mannanna fyrir vinnu sína. Þú sagðist eitthvað alltaf kanna þetta, hvað kom út úr því hjá þér? Var eitthvað til í þessum fréttum og það þannig að þetta sé svona gríðarlega mikil kostnaður þessu fylgjandi? Það alveg rétt og ég búinn að ræða þetta við forsvarsmenn fjármálaeftirlitsins. Þegar að þessar skilanefndir voru settar á laggirnar síðastliðið haust, að þá gerðum við ráð fyrir því að þær yrðu tiltölulega skammlífar og þess vegna var nú kannski ekki horft mjög í svona daglegan kostnað af rekstri þeirra, en nú hafa þær starfað í allmarga mánuði, þannig að upphæðirnar eru orðnar umtalsverðar. Ég hef nú reyndar ekki endanlega tölur en þetta talsverður kostnaður sem að fellir á ríkið. Með þessu frumvarpi sem ég ræddi áðan að þá mun það breytast, þá fellur kostnaðurinn af rekstri þessara þrotabúa á kröfuhafa eins og reyndar bara almennt með fyrirtæki sem að fara í þrot. Þannig að þetta verður ekki lengur vandamál eins og... Veistu hvað var mikill kostnaður sem var komin, sem að ríkissjóður og fjármálaeftirlitið hefði greitt vegna þessara skilanefnda fram að þeim tíma? Nei, ég hef ekki töluna. En voru þetta einhverja fjárhæðir í líkingu við það sem var í þessari frétt? Ég bara get ekki staðfest það. Þetta voru hærri tölur en við vildum sjá, það veit ég, en ég hef bara ekki sjálfur endanlega tölur. Sko, aðeins í lokin, hvernig gengur að ljúka þessu verðmæti eða þessu verðmati ætla ég nú að segja á bönkunum, þessum stofn efnahagsreikningi sem er kallað, hverju líður því öllu saman? Það er allt í vinnslu, það reyndar komið núna einhverjum vikum en þó ekki meiru og eftir áætlun, þannig að það er allt útlit fyrir að því ljúki einhverjum vikum og eftir áætlun sem þá einhvern tímann í apríl. Þá þarf reyndar að taka ýmsar aðrar ákvarðanir í leiðinni eins og til dæmis hvort að kröfuhafarnir eignast með einhverjum hætti hlut í nýju bönkunum og það er ekki afgreitt mál en það verður þá afgreitt vantarlega samhliða þessu mati og svona uppgjör á milli nýju bankana og gömlu bankana. Eitt sem hefur líka verið, sem menn hafa líka beðið eftir, það er að stjórnvöld greinir frá því hverja skuldir ríkissjóðs eru. Getur þú eitthvað frætt okkur á því? Því við erum búin að spyrja í svolítinn tíma og það hefur skort á svör en þau eru nú reyndar alltaf á leiðinni. Jú, það er alveg rétt að þetta er náttúrulega lykil spurning. Ég reyndar nú svarið, ef maður er alveg sanngjarn, að við vitum ekki nákvæmlega hversu miklar þar verða tímabundið. Það fer meðal annars eftir því hvort að lániði frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og tengdum seðlabönkum verður í reynd lán eða bara lánalínur sem að menn geta dregið á en þurfa væntanlega ekki að draga á. Og síðan liggur reyndar heldur ekki fyrir hver verður endanleg upphæð lánsins sem tekin verða vegna Icesave. En þegar að þetta allt saman er lagt saman að þá virðist stefna í að heildarskuldir eða brúttóskuldir verði hins opinbera þar að segja verði eitthvað ríflega landsframleiðsla tíma en geti síðan lækkað aftur og þegar að allt er yfir staðið og búið að selja til dæmis eignir Landsbankans upp í Icesave skuldina og búið að skila megninu af Alþjóðagjaldeyrissjóðsláninu því að við höfum ekki þörf fyrir svo mikið gjaldeyrisforða í eðlilegu árferði að þá held ég að það sé óhætt að fullyrða að svona hreinar skuldir hins opinbera muni hafa aukist miklu minna en þetta kannski verði þær eða jafnvel innan við helmingur á landsframleiðslu en þetta gæti þá verið eitthvað hátt á annað 1000 milljarðar til skamstíma en vel innan við 1000 milljarðar þegar að búið er að greiða úr flækjunni og það er reyndar í samanburði við önnur lönd í Vestur-Evrópu hreint ekki slæmt og byggist nú reyndar kannski fyrst og fremst á því að staða ríkissjóðs var mjög góð fyrir hrunið þannig að jafnvel þótt ríkissjóður taki á sig verulegar skuldbindingar og skuldir að þá mun ríkissjóður Íslands ekki vera hoknari en svo að hann lítur ágætlega út í alþjóðlegum samanburði sem er miklu betra heldur en mestu svartsýnismenn hafa verið að spá. Gylfi, eitt í lokin, það er varðandi aðgerðir í þá heimilina. Það hefur verið talað hér að slá skjaldborg heimilin síðan einhvern veginn miðjan október þegar það var nú ljóst að kostnaður þeirra af þessu bankarhruni öllu nú talsverður. Hvaða aðgerðir eru í gangi núna og eru væntanlegar frá þessari ríkisstjórn sem þú átt sæti í sem eru ekki þá aðgerðir sem að lágu fyrir hjá hinni ríkisstjórninni sem að snúast á greiðsluaðlögun
og þá þætti allir saman. Hvað ætlið þið að draga upp úr hattinum áður en að þessu þingi lýkur? Það stendur til að koma með tiltölulega heildstæðan aðgerðapakka sem fyrst og fremst horfir reyndar á húsnæðislán en tekur kannski einhverju leyti líka á öðrum lánum. Hann verður væntanlega í nokkrum þáttum en ég tel ekki rétt að greina frá honum núna en það ekki búið að taka endanlega ákvörðun hver útfærslan verður. Hvenær verður það væntanlegt? Það bara gert eins hratt og hægt er. Ég vil heldur ekki negla niður eina tímasetningu í því en tíminn líður mjög hratt þannig að þetta verður að gerast mjög fljótlega. Þetta eru varðandi húsnæðismálin, hvað með til dæmis atvinnulífið? Því að nú þarf þeir að búa við auðvitað eins og allir aðrir í landinu þessa háu stýrivexti og þessi gjaldeyrishöft auðvitað. Er eitthvað væntanlegt sem að kemur þeim til góða í þessu árferði? Já, það er nú kannski af því sem þú nefnir að þá er nú bjartast framundan hvað var að vextina. Það er eiginlega ekkert annað í kortunum en að vextir fara að lækka. Nú er það reyndar ekki ákvörðun ríkisstjórnarinnar heldur Seðlabankans og sérstaklega nýskipaðara peningastefnunefndar. En ég sem hagfræðingur met það sem svo að peningastefnunefndin hljóti mjög fljótt að fara að lækka vexti. Gjaldeyrishöftin eru erfiðari viðureignar, kannski í og með vegna þess að alþjóða ástandið hefur farið hríðversnandi og það er jafnvel útlit fyrir að fleiri lönd fara að taka upp gjaldeyrishöft. Þannig að það er nú kannski ekki mjög bjart framundan hvað það varðar, það eru ákveðin vonbrigði þar. Nú aðrar aðgerðir til að bjarga atvinnulífinu, þær voru meðal annars pakki sem á að skapa allmörg störf sem var kynntur núna fyrir nokkrum dögum og síðan verður þetta að líta svo á að allar almennar aðgerðir til þess að bjarga og efla bankakerfið að þær séu liður í því að reisa við efnahagslífið því að viðskiptalífið getur auðvitað ekki starfa nema að hér sé vel starfhæft bankakerfi. Þakka kærlega fyrir komuna. Þakka þér.